Hér sjáum þið dæmi frumgerð af appi sem búin til í glærugerðar appinu Keynote. Hér forsíða appsins og hér eru nokkrir takkar. Hér hægt að fara og finna uppskriftir. Það hægt að búa til innkaupalista. Það hægt að finna fróðleiksmóla mat og það hægt að spila leiki. Ég greinilega melóna. Hér líka hægt að finna leynihluti eða easter eggs, til dæmis þetta svanga skrímsli bak við myndin af laufblöðunum. Í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir það hvernig maður gerir svona frumgerða af appi í Keynote. Við erum hérna með Keynote opið og það fyrsta sem mig langar að kíkja á eru þessir 3 punktar efst í hægra horninu og þar undir Document Setup og ef ég fer hérna neðst niður hægra megin í Slide Size þá get ég valið á hvaða formati appið mitt á að vera. Næst þá fer ég aftur í punktana hægra megin efst og nú ætla ég að fara í Settings, Presentation Type og ég ætla að velja Links Only. Það þýðir að til þess að fara frá einni glæru til annarar þá þarf maður að hafa tengil sem maður ýtir á skjánum. Nú ég með eina glæru hér og það verður forsíðan í appinu mínu, þannig að ég ætla að byrja á því að búa til takka. Þannig að ég ætla að fara í plúsin hérna og ég ætla að velja bara þessi grunnform sem takka. Ég hugsa mér að hver af þessum tákmyndum verði að takka sem að vísa manni á einhverja aðra síðu í appinu, þannig að ég þarf þá að búa til þær síður. Þannig að ég ætla að búa til 3 undirsíður. Svo ætla ég að afrita hvert tákn og líma það yfir á eina af undirsíðunum. Það sem ég þarf svo að gera að velja hvert tákn fyrir sig og velja möguleikann link. Og það sem ég með hringinn valið núna, þá ætla ég að velja Link to Slide og stóri hringurinn á glæru númer 2, þannig að ég vel það. Fyrir þríhyrninginn vel ég Link to Slide 3. Nú ég komin með svona grunnað appi, þannig að ef ég ýti á spilunartakkan hérna efst, þá ef ég ýti á hringinn þá kemst ég yfir á undirsíðuna með hringnum. Það sem ég vantar núna raun og veru takki á hverja af undirsíðunum sem að kemur mér tilbaka á forsíðuna, mjög mikilvægt. Þannig að ég ætla að setja hérna einn takka, píluna hérna. Ég ætla að velja hana og link og láta hana fara á glæru 1. Svo get ég kópera þá mynd eða afrita þá mynd og límt hana á allar hinar undirsíðurnar. Og ef ég ýti á play núna þá get ég alltaf komist tilbaka. Við þetta má svo bæta alls konar hreyfimynda effektum sem eru í Keynote samhliða.